Okay. So, ég veit ég ætla að fara að byrja á ensku. Við notum íslenskuna í dag. Þannig að í dag þá fjöllum við þetta efni hérna úr kafla 1.4, sem fjöllum greiningu reiknirita eða hvernig við getum metið skilvirkni þeirra. Annars vegar með mælingum og hins vegar með talningum. Einhverjar spurningar áður byrjum? Nú, þeir taka hérna upp ákveðna karakter sem geta komið við sögu, forritari þarf að þróa einhverja lausn, kunninn vill fá eitthvað verkefni leyst á skilvirkan hátt, fræðimaðurinn vill skilja hvað að gerast, nemandinn gæti þurft að spila hverja af þessum rullum einhvern tímann á ferlinum og maður þarf svona að hafa grunnatriði í þessum hlutum til þess að geta staðið sig vel. Við viljum geta skilið hvað gerir forrið skilvirk og hvernig við getum metið hvort að forrið sé að standa sig eða ekki. Það má segja að þetta sé efni sem hafi verið ofarlega í hugum fólks alveg frá byrjun. Þessi maður Charles Babbage þróaði vél sem reyndar var nú aldrei smíðuð en hún það væri hægt að smíða hana og ég held að það hafi endurgerða af henni sýnt hérna sem var í rauninni hafði í sér þá þætti sem að fullkomin tölva þarf til þess að geta kallast almenn tölva og þróaði hana þarna kringum 1860. Þetta er svona mekanísk vél, hún var ekki rafræn þannig að þetta snúa henni til þess að framkvæma reikningina og hraðinn var náttúrulega ekki mjög mikill. En það var hægt að gera tiltölulega flókna reikninga, merkilega flókna. Og hann fór strax að spá í, þegar maður er búinn að byggja vélina þá þarf maður að fara að spá í hvernig maður reiknar hlutina og á hvaða hátt getur maður reiknar hlutina á sem hraðvirkastan hátt í sem styrstum tíma. Það er það sem við spáum í reiknarhlutum. Hvað er skilvirkasta leiðin til að leysa hlutina? Ástæða til þess að reyna að greina svona reiknrit út frá skilvirkni er að geta spáð fyrir skilvirkni, geta borið saman reiknrit, geta gefið einhvern svona tryggingu fyrir hversu vel það er að standa sig. Og hugsanlega getur maður vilja líka skilið þennan fræðilega grunn sem er bak við þetta. En meðan þessi fyrstu 3 þættir koma hérna við sögu í reikniritunum, þessu námskeiði, og þá er þessi 4. þáttur þar fyrir utan og tilheyrir framhaldsnámi. Það er til námskeið hérna sem heitir hönnun og greining reiknirita sem meðal annars fæst við það viðfangsefni. En aðalatriði er það að reyna að koma í veg fyrir það að við skrifum einhver forrit sem virðist virka allt í lagi að því við erum að keyra bara einhver lítið safn af gögnum og þegar maður er með lítið af gögnum þá geta lélegar aðferðir virka mjög vel. Það lít út fyrir að virka mjög vel. En þegar eru komið með raunveruleg gögn, þá er það sem skilur á milli þess sem er virkilega að virka og þess sem er ekki virka. Raunverulega virkilega stór gögn. Hérna dæmi þróun á reikniriti getur valdið hreinni byltingu. Svokallað Fourier transform gengur út á það að taka merki, það er að segja einhvers konar bylgju og skipta upp í þessna mismunandi tíðni þætti. En til dæmis þegar ég tala þá er það ákveðið hljóð og það er hljóðbylgja. Það virðist hafa ákveðinni tónhæð. Það er lykilbylgjan mín ákveðinni tónhæð en það er líka aðra aukabylgjur vegna þess að ef þetta væri bara ein bylgja þá hljómaði ég eins og tölvugerð rödd hefði engan karakter. Það er það sem skilur á milli mismunandi einstaklinga en líka mismunandi hljóðfæra hvernig bylgjur eru sameinaðar. Nema hvað að til þess að geta unnið með hljóð eða myndir eða hreyfimyndir, vídeó eða margt annað á stafrænan hátt. Þá þarf að gera þessa umbreytingu að varpa því
yfir í svokallaða smádrið, allavega það þarf að framkvæma þessa vinnslu þegar maður er að vinna með stafræn merki, sérstaklega hljóð og mynd. Og þetta er lykilþátturinn í þessum spilunum sem við notum í dag og stafrænum myndavélum og vídeó, að það er að geta gert þetta á hraðvirkan hátt. Þannig að það er svona einföld aðferð, mjög einföld, sem tekur tímaflæki sem er enn í öðru, meðan að með þessari fast Fourier aðferð sem var nú rauninu fyrst þróuð af þessum stærðfræðingi Gauss fyrir 200 árum, en var endur uppgötvuð upp úr 1960. Þá náðust loksins leið sem var með næstuðin línulega tímaflækju og gerði rauninu kleift að gera margt af því sem við erum að nota í dag. Þetta er eitt besta dæmið hvað ný lausnaraðferð getur umbreytt miklu, haft mikil áhrif. Þannig að það sem við viljum geta gert er að reyna að ákvarða. Ég meina, af hverju er forritið mitt svona hægvirkt, eða hvað get ég gert til þess að breyta því? Og lykilhugmynd er að nota vísindalega aðferð til þess að glíma þetta. Hvað þýðir það nú að nota vísindalega aðferð? Já, það væri eitt að nota eitthvað sem er búið að sýna fram á að virki vel. En ef við erum með eitthvað í höndunum sem er ekkert búið að prófa, hvað þýðir að nota vísindalega aðferð til þess að prófa aðferðina? Já. Já. Alveg hárrétt. Þetta er akkurat það sem að ferli gengur út á. Það er að segja, við gerum ákveðna mælingar, við metum eitthvað í umhverfinu, í heiminum, og út frá því komum við fram með tilgátu eða kenningu, og síðan reynum við að spá fyrir hvernig aðrir atburðir ættu að hegða sér út frá þessari kenningu. Og síðan reynum við að sannprófa þessa kenningu með því að gera tilraunir og athuga hvort að útkomun tilraunum séu samræmi við kenninguna. Og svo endum tökum við þetta nægilega oft til þess að maður sé orðið nægilega sannfærður að kenningin sé sönn. Það er 2 lykilatriði í þessu. Það er annars vegar, og þetta gildir vísinda almennt talað. Ef þið eru að spá eitthvað hvort eitthvað sé vísindalegt, þá þarf upp þetta tvennt. Það þarf að vera tilraunir sem hægt að endurtaka. Endurtaka og fá út sambærilegar niðurstöður. Og það þarf að vera tilgátur eða kenningar sem hægt að falsifiable. Hvað þýðir það? Afsanna. Það er munurinn á ýmiss konar gervivísindum og vísindum. Það skilur okkar þarna á milli. Stjörnuspeki er eitthvað sem hljómar eins og stjörnufræði, en niðurstaðan stjörnuspeki er yfirleitt eitthvað sem ekki er hægt að afsanna. Og auðvitað getum við ákveðið að við viljum samt sem að trúa að það segja okkur eitthvað, en það er engin þá vísindi sem byggja þar að baki. Ok, tökum sem dæmi hérna. Við ætlum að fáum hérna einfalt viðfangsefni og það er það að okkur gefin safna tölum, n-tölum. Við erum að athuga hvort það sé til 3 tölur sem summerast upp í 0. Og ef svo er, þá viljum við finna fjölda þeirra þrenda í inntakinu. Hér er dæmi, þetta eru 8 tölur sem gefnar upp og það eru 4 þrendir er niðurstaðan sem summerast upp í 0.
4 mismunandi þrendir. Það að segja til að mynda, ein þrendin að taka töluna 30, mínus 40 og 10, þar summerist upp í 0. Hérna birtist 30 aftur, en hérna á móti mínus 20 og mínus 10. Það eina atriði að þetta verða að vera mismunandi tölur, þetta I af J og af K. Við mögum ekki endurtaka sömu töluna. Þetta hljómar svona dálítið gerfilegt vandamál, en þetta rauninni ýmsar hagnýtingar sérstaklega í þessari reiknilegu rúmfræði. Nú, við skrifum hérna kóða og hérna einfaldur kóðu til að leysa þetta. Þetta rauninni dálítið beint af vegum. Kannski gott að hugsa aðeins í svo halva sekundu. Hvernig fer ég að leysa þetta? Hvernig ert í? Prófa alla kombinasjónir, akkurat. Prófa alla mögulega þrendir. Hvernig finnum við alla mögulega þrendir? Leggjum saman. Jú, hvernig finnum við alla þrendirnar fyrst áður en við leggjum það saman? Við lykkju, já. Hvernig lykkju? Þrefaldi forlykkju, akkurat. Við látum yfir að hvaða tölu sem á bilinu 1 upp í n-1, eða 0 upp í n-1, og jóðið þá hvaða önnur tala sem og það getur að jóð fer þá frá I plus 1 til að við séum ekki endurtaka sömu töluna við vorum komið áður. Og K þá þriðja talan, þriðja lykkjan. Þannig ferum við gegnum alla mögulega þrendir og við athugum hvort að hvort að viðkomandi þrend summerist þá upp í 0. Teljum það og skilum þessari talningu á þessari niðurstöðum. Nú, við viljum mæla þetta og við viljum náttúrulega nota hérna stopwatchið sem við tölum síðast til þess að framkvæma þessar mælingar. Þannig að við búum til hérna stopwatch og prentum út útkomuna sem kemur út úr því. Tíma sem það tók. Nú svo gerum við forritið fyrir mismunandi inntaksstærðir, mismunandi gildi af n og mælum tíma sem það tekur. Og það þetta sem við viljum alveg tala að gera. Við viljum átta okkur á hvernig breytist tíminn sem forritið tekur eftir stærð inntaksins. Hér n fjöldi talnanna sem mælir hverða stærð inntaksins. Og þá fáum við þessar niðurstöður hérna fyrir n 250, 500 og ýmsar tvöfaldanar á stærðunum. Og hvað getum við lesið út af þessu? Fyrst er eitthvað dularfullt að það tæki engan tíma fyrir 500 stök. Ástæðan fyrir því náttúrulega svo að gerist rætt, já. Það ákveðin rúnunum gangi hérna. Við sjáum að næsta gildi á eftir ekki 0,1, þannig að vantarlega þetta eitthvað sem að tekur 0,0x tíma og það hefur verið rúnast út. En það líka ástæðan fyrir það að við viljum einbeita okkur að því að eitthvað sem tekur aðeins meiri tíma og það að því að það annað í gangi í tölvunni sem tekur tíma sem getur haft áhrif á þessar mælingar og það minni áhrif því stærri gögn sem við erum að vinna með. Þannig við reynum að taka einhver markverk gildi af n til þess að miða við. Hérna fáum við þessar fjólamælingar og við nota þetta til þess að segja eitthvað til hvað næsta gildi og þá þurfum við einhvers konar spá þetta. Hvað lesið út frá þessu? Það lítur dálítið þessu út. Það áttfaldast, það bil áttfaldast. Nú við getum gert að sé þetta mynstur, hérna það mjög þægilegt að sjá þetta vegna þess að maður getur gert þessa reikningu í hugunum en oft viljum við gera með því að gera það kerfisbundið og við plottum þetta upp. Og hefðbundin plotti þá myndum við hafa stærðin á verkefninu á x-ásnum og tíma sem það tekur á y-ásnum, plottum þess að punktárinu að finna einhverjan fallega kurvu sem fyrir gegnum það. En svona hefðbundið plott oft ekki mjög heppilegt vegna þess að kurvan verður yfirleitt vísar einhvern veginn upp að við og það erfitt að reyna að sjá, maður komið langt upp úr kortinu til að finna næsta punkt. Þá varum maður að reyna að þjappa þessu niður og þá birtist hinu punktunum svo langt niður í að segja hvað búið að lítið.
Þannig að þessi stað getum við gert hvað? Logaritma, akkurat. Við tökum logran bæði af x-ásnum hérna og líka af y-ásnum. Og það þýðir það að þá erum við að setjum þetta upp þannig að þegar við færumst eitt skrif hérna áfram á x-ásnum, þá erum við að tvöfalda stærðina á inntakinu. Og það þessi logskvarði. Og sama þá með y, ef við færum eitt skrif upp, þá erum við að tvöfalda tíma sem það tekur. Og þá myndar þetta svona punktastöðu hér. Og það sem við þá gerum að við reynum að finna beina línu sem liggur í gegnum þessa punkta. Og það sniðuga það að ef við erum að vinna með tímaflækju sem að þessu formi hérna, þannig að heildartíminn, hann má lýsa því sem einhver fasti A sinnum stærðin af inntækinu í veldinu B, þar sem B einhver annar fasti. Að þá, ef þetta gildir, að þá myndar þetta beina línu. Og þá getum við notað okkur eiginlega línunar til þess að leiða út hverju þessir fastar eru, þessir A og B. Og lykilatriði að finna B-ið hérna. Og B-ið finnum við með því að taka hallatöluna á línunni. Og það segir okkur til hvað þetta B er. Og það kannski hægt að sjá með því að, ef við spáðum í það, ef maður með línulega tímaflækju og maður tvöfaldar inntakið, hvernig þá tímaflækjana aukast? Hvað eykst hún mikið? Ef það n, þá förum við upp í og tvöföldum inntakið, þá verður tímaflækjin líka í hlutfalli við 2n. Þannig tímaflækjan tvöfaldast. Ef við erum með þessum að tvöfaldast, ef við erum eins og með n í öðru tímaflækju, þá umbreytast það yfir í 2n í öðru veldi sem eru í 4 sem n í öðru. Þannig að tímaflækjan fjórfaldast þá. Saman með n í þriðja, það er það, 2n, það er þriðja veldi, það gerir þá 8 sem n í öðru, en 8 er það sama á 2 í veldinu 3 sem n í öðru. N í þriðja. Þannig að það sem ætti að gerast ef maður er með n í veldinu b tímaflækju, fyrir hvert skref áfram með x-ásnum, þá ættum við að fara b-skref upp á y-ásnum. Og það er akkurat það sem að hallatali í línuna segir okkur. Þannig að nú er verkefni bara orðið þetta, plottum þetta á svona log-log-korti, finnum snirtölustu línu sem liggur í gegnum punktana, finnum hallatölu á þeirri línu, þá erum komið með tímaflækjuna. Allavega vaxtarhraðan á tímaflækjunni, sem er lykilatriði. Við vitum núna að þetta er vex eins og n í þriðja. Nú reyndar fá þeir hérna að B sé 2,999. Það er alveg áræðilega, einfallega bara ástæðan fyrir því skekkja í gögnunum. Það er alltaf einhver skekkja sem kemur til stað þegar maður er að gera tilraunir. Ólíkt svona hreinni stærðfræði. Og út frá því getum það maður fundið, já. Þannig að tímaflækjan sé þá eitthvað þessi fasti sinnum, við getum reiknað hver fastin er, sinnum n í þriðja, eða n í veldinu 2,999. Og svo getum við síðan tekið á næsta skref. Við erum komið til gátu, þetta sé tímaflækjan. Nú getum við gett spáð fyrir hver útkoman ætti að vera. Og út frá næstu skrefum, þá séum maður, fyrir 8.000, þá ætti tímaflækjan að vera 51. Fyrir
n jafnt 16.000 á eftir tímaflækinu að vera 4,408,1. Og við fáum hérna að þetta í mjög góðu samræmi við þau. Þegar við framkvæmum síðan keysluna, þá fáum við eitthvað sem í samræmi við kenninguna. Við getum gert þetta líka aðeins annan hátt, það að segja við getum skoðað bara hvað gerist þegar við tvöföldum inntækið. Og berum hérna saman, þegar við förum frá 500 upp í 1000, það virðist margfaldast með faktor 4,8. Og það náttúrulega vegna þess að það svo lítið, þetta var út af þessari skekkju þegar við erum lítil gögn, að þá minna marka þessi minni gildi af n, meiri marka þeir sem eru orðin stærri. Höldum þessu áfram, hérna milli faktor 6,9. Nei, þetta greinlega hérna milli fyrir ekki. Þetta 6,9. Hér að milli það 7,7. Hér að milli það 8,0. Hér það 8,0. Og ef það áttfaldast, það akkurat samsvarar því að logrin af 8 sé 3. 8 sé 2 í veldinu 3. Það samsvarar því að þessi fastinn sé 3. Fyrir minni gildi af n, að þá erum við að fá aðeins minni logra hérna. En við sjáum að þetta stefnir á það að b sé jafnt 3. Og þá getum við dregið ályktun, getum komið tilgátt með því að skoða þetta log ratio hérna, sem við fáum, og að tímaflækjan sé á þessu formi, það sem b sé logrin af þessu hlutfalli sem við reiknum hérna milli þessar mismunandi tveggja mælinga. Nú það sem kannski veikleiki svona mælinga, nota mælingar á þennan hátt, að við getum ekki ákvarðað hvort þessi einhverju lografaktorar þarna. Við getum ekki skila milli hvort að tímaflækja sé n eða n log n. Eða hvort það sé n í öðru eða n í öðru log n. Það sést ekki á þennan hátt. Hvernig förum við síðan að finna gildið á a út frá þessu? Jú, þá erum við komið með formúlu og við erum komið með sem á að gefa okkur ákveðna tíma og við erum líka komið með ákveðna mælingu og getum með því að sameina þá erum bara ein breytistar eftir sem þessi faktor a hérna á undan. Og til að mynda fyrir 4.000 þá fáum við að tíminn sé 17,18 sekundur. Ekki alveg að skilja þessu mælingu hérna. En allavega ef við erum komið með mælinguna og getum samsvarað því að tímaflækjan átti að vera tímaflækjan fyrir 4.000 átti að vera a sinnum 4.000 í þriðaveldi. En mælingi segir til að þetta sé runni jafnt og 17,18. Þá séum að þetta fyrir ofan er jafngilt þessu hér, út frá því getum við fengið hvað gildið það er. Og það samsvarar þessu hérna. Nú erum við komið fullkomna nú erum komið að nákvæmari tilgátu hver kostnaðurinn ætti að vera. Og hérna til dæmis getum við prófað að keyrum þetta fyrir 16.000 þá segir þessi tilgátu okkur eitthvað fáum út 1100 sekundur og það passar hér. Með þessum skekkjumörkum hérna, það að þetta innan við 1% skekkja. Og þetta rauninni í verkefnið okkar, það að segja að við gerum svona mælingar, spáum fyrir þetta.
Við getum lesið þetta oft út frá þessum kortum eða með því að nota svona doubling ratio. Og þá spurningum að gera nægilega góðar ítarlega mælingar til að geta dregið nægilega sterkar ályktanir. Það ýmislegt sem þarf að hafa í huga. Þetta ekki alveg beint af augum. Í fyrsta lagi það ýmislegt sem svona kerfisóháðar eiginleikar sem geta komið við sögu, sem hefur varðandi virknina á reikniritinu, sérstaklega varðandi gögnin sem hefur verið að nota. Að því að tímaflækjan getur verið háð hvaða gögn við erum að vinna með, hvernig gögnin lítur, hvaða eiginleikur þau hafa. Það vill svo til að í því forrit sem við erum að skoða núna, það akkurat þannig að það ekkert háð gögnunum. Við framkvæmum alltaf jafn margar umferðir óháð hvaða gildi gögnin hafa, hvað sé í þessum gildum hérna. Þannig að þetta forrit ekkert gagnaháð, en mikið af rauninni flest reiknirit eitthvað háð gögnum, því getur stundum hefða sér mjög hratt og stundum verið hægur. Og þá mikilvægt að velja þau gögn sem að vinna með á rökréttan hátt, eitthvað sem samsvarar því hvernig maður ætlar að nota þetta. Hitt sem þarf að hafa í huga að við erum að keyra þetta ákveðnu kerfi og kerfi hafa dálítið flækjustig. Fyrsta lagi byggið á ákveðnum vélbúnaði. Við keyrum það ákveðnu tölvu, ákveðin vélbúnað, ákveðin CPU, ákveðin magna minni, skyndiminni, hitt og þetta. Þessi atriði komið til með að spá aðeins meir í þegar við takið námskeið stýrikerfi, kafa ofan í hvernig kerfið uppbyggt og hvaða áhrif það hefur yfir á skilvirknina. En við bara reynum að hafa í huga að það eru atriði sem geta komið við sögu og maður þarf að reyna að lágmarka þau atriði. Sérstaklega það sem snýr að hugbúnaðinum eða kerfinu. Jú, við þýðum reikniritið með ákveðnum þýðanda eða túlkum. Það garbage collector hugsaður sem í gangi og eitthvað fleira. Og síðan þetta keyrt sem hluta af einhverju kerfi, það stýrikerfi, það eitthvað að net að gerast og sérstaklega það önnur forrit sem líka hugsanlega í bakgrunni eða forgrunni. Og þau geta tekið sinn tíma líka. Og hvaða áhrif hefur það á vinnsluna á kerfinu? Maður þarf að reyna að lágmarka þessi áhrif eins og mögulegt Og þetta ekki alveg beint af augum að vinna þetta. Og eins og að segja, það getur verið dálítið erfitt að fá virkilega góðar mælingar. En góðu fréttirnar það að þetta miklu auðveldara og miklu ódýrara heldur en að gera mælingar með mælitækjum. Það eins og í raunheiminum. Þetta ekki að standa út í á að telja flugur eða eitthvað álíka skemmtilegt. Og þess vegna það reynda þannig að þessi raunvísindi mikið til farin að vinna eins og það kallað in silico í tölvukerfum. Í staðan fyrir að gera mælingarnar á raunverulegum græjum að reyna að setja upp tölvulíkan sem nær sem besti mynd af hvað raunveruleikin og síðan að herma þetta áfram. Allavega, þetta ekki beint af augum, en þetta samt ekki eins erfitt eins og getur verið. Ok, einhverjar spurningar? Þið virkið voðalega þreytilega eitthvað. Eru þið búin að fá kaffiskammtinn í dag? Sko, þau sem voru hérna áðan klukkan 8:30, þau voru miklu meira vakandi. Ég voru að fá svona 10 sem fleiri spurningar. Þau eru ekki bara að teygja þessu úr ykkur? Reyndar það svo að þetta var ákveðin æfing fyrir mig, þannig að nú þetta miklu liprara. Ég búin að taka 10 mínútum lengri tíma í akkurat þennan kafla sem að tala núna, en þá heldur núna, þannig að já, þetta gekk dálítið betur. En svo veit maður ekki hvort það fór bara flaug yfir höfuðarsumum eða ekki.
Ok, hin leiðin að gera stærðfræðilega líkun. Það að gera talningu, vinna bara á pappír, skoða bara kóðan, gera engar beinar mælingar. Og maður segja að forvígismaður þessa, sem lagði grunninn að þessu, þessi maður hér sem þið ætti að hafa heyrt af, Donald Knuth. Hann þekktur meðal annars fyrir að hafa hannað tech og latex, eða þetta tech umbrotsmálið sem þið hafið sjálfsagt notað. Fyrirgefðu? Já, uppsetning á stærðfræði var mjög leiðileg áður en það kom að því. Og reyndar hann fór út í það að þróa það, bara því að hann vildi, þegar hann var að skrifa þessar bækur sínar, þá fannst hann að koma svo illa út frá prentsmiðjunni. Þeir voru farin að nota einhver tölvuforrit við þetta og uppsetningin og hvernig þetta leit út á, formúlutan leit út, þetta bara miklu ljótara. Þannig að hann bara tók sér til bara að skrifa það heilt kerfi, bara til þess að geta formata bókinu svona vel. Akkurat. Það besti umbrots og önnunar skriffinnsku í heim. Það rétt. Það skiptir rosalega máli að þetta sé hvað er opið, bæði frjálst og líka opið upp á að gera breytingar. Þannig að LaTeX var síðan bætt ofan á það, umbrots makrókerfi, sem maður segja, til þess að vinna ofan á techið sem Knuth skrifaði. En hann, sem sagt í þessum bókaröðu sínum, The Art of Computer Programming, þá maður segja var svo fyrstur sem fór virkilega að skoða grunnaði hvernig förum að meta skilvirkni. Og það má halda langa tölum þess að áhugaverðu bókaröð sem kafar miklu dýpra í sumar hluti heldur en þú sér nokkuð staðar annars staðar. Það er mjög góð þjálfun að reyna að glíma við sumar þessum spurningum sem að setja sem dæmið þarna. En já, þetta er gamalt kannski. Hann kafaði svo djúpt, sko, hann byrjaði á því svona kringum 1964 held ég, að hann ætlaði að skrifa bók sem tók fyrir reiknirit eða The Art of Computer Programming, hvernig fer maður að skrifa góð forrit. Og hann var komið með 10 kafla, já. Já, 2 af 4, sko. Og það er ekki bara hvernig á hana, það er allt. Kommenta, það þarf allt þetta er The Art of Computer Programming. Ég mæli með því allir í ESV. Já, flott, glæsilegt. Og sé gamalt, þá er þetta alveg þess verð í dag. Þetta stendur fyrir sínu en þá í dag, já. En hann vildi kafa það djúpt og taka fyrir alla skapaða hluti sem skipta máli, þannig að það sem átti að vera 1 bók með 10 köflum var það 7 bókum. Ok, þannig að hann kláraði, ja, tiltölulega snemma, kringum 1970 kláraði hann fyrstu 2 og svo þriðja kom út heldur 1980, 10 ára seinna. Millitíðinni var það reyndar hægðist á því út á tech, hann þurfti að skrifa tech fyrst. En svo kom að þessu bók 4 og sem átti að vera 1 bók, þá er þetta orðið svo mikið efni að núna heitir þetta volume 4A, þetta er fyrsta af 3 sem er núna komin út, sem sagt hvað, 35 árum seinna. Og það sem hann vonast nú bara til að hún endist ævinn til að klára þetta volume 4. Hann búinn að gefa upp bátinn það að klára nokkuð tímann 6 og 7, bara ef hann heppinn nær hann komist í 5. En þetta er stórmerkileg rit. Allavega, hugmyndin er svo að við einfaldlega bara teljum þær aðgerðir sem eru framkvæmdar. Við bara förum í gegnum kóðan og segjum, já, menn þessi aðgerð hér, hún tali framkvæmd þetta oft. Og þá hún komið með formúlu fyrir því hvað þetta er, hvað tíminn sem þetta tekur að keyra forritið er mikill. Fyrsta leið getum við gert það með því að við getum einfaldlega skoðað hvað það tekur langa tíma að framkvæma ein aðgerð. Nú það vill svo til að fer eftirtaldið hvaða aðgerð það er. Þannig að samlagning til dæmis er mjög auðveld aðgerð, tekur 2,1 nanosekundu. Margfaldin er enda merkilega ódýr líka, aðeins dýrari, en deiling er þó nokkuð dýrari. Fleititölur kosta meiri tíma,
en til dæmis eins og sinus og tangens taka miklu meiri tíma. Kallar við þetta að þetta á ákveðnu tölvu með ákveðið stýrikerfi, með ákveðið mikið minni og þú þarft mjög nákvæma mælinga til þess að gera þetta svona ítarlega. Það sem þú vilt gera að gera eitthvað sem óháð tölvukerfi ákveðinu vél sem þú ert að vinna með. Þannig að þú lítur svo á að hver aðgerð tekur einhvern fastan tíma. Ef þú ætlar að gera gildisveitingu, það tekur einhvern fasta C2. Skilgreina breytu fasti C1. Fyrir hverja mismunandi aðferð getur við ákveðin fasta. Og síðan kombinerar þessa fasta saman. Reynda þarf þetta að passa þig. Það er ekki allar aðgerðir sem hægt að tákna á einfaldan hátt sem taka lítinn tíma. Ef þú til dæmis nota strengja samskeytingu, skeytir saman þessi tveimur strengjum, þá er það ekki fasti tími. Það er háð lengd strengsins. Það sjáu þið, ef það skeytir saman tveimur strengjum, þá takk ég eitt streng, takk ég annar streng og samin það á þriðja staðnum. Þið þurfa að kópíra báða strengina inn á nýja staðin. Þannig að það tekur tíma sem línulegur í lengd strengsins. Það er margir sem flaskað á þessu, við erum óskilverka útgáfu út á því. Allavega, við erum með þessar grunnaðgerðir og núna getum við skoða einhvern kóða og reynda að meta, hvað er þá heildarkostnaðurinn? Hérna er þá mjög einfaldur kóði, einfald ein lykkja. Við teljum fjölda skilgreining og breytum. Það eru bara 2 breytu skilgreinindar. Assignment, gildisveiting, það eru líka bara 2. Samanburður, jafnt og samanburður, minna samanburður. Tilvísinu fylki, hann fer bara fram hérna í þessari, bara hérna í if-skipuninni. Og hann er framkvæmdur n sinnum. Það eina sem við vitum ekki hversu oft er framkvæmd er þessi increment-skipun. Þannig að hún er framkvæmd bæði hér og hér. Svo fyrri er framkvæmd n sinnum, en þessi síðar er framkvæmd hversu oft. Núll til n sinnum, akkurat. Það fer eftir hvers oft þetta er uppfyllt hér og það fer eftir hvað inntækið er. Þannig að það er breytilegt hversu mikið það er. En við höfum ákveðið allavega einhver mörk á því, það er frá þessu bili. Og svona getum við haldið áfram, tekið flóknari kóða. Hérna er þá þessum kallar tvosum útgáfan, þar segja nú er okkur gefið líka fylgi af heiltölum, nú er fylgi hversu mörg pör eru í inntækinu sem summerist upp í 0. Þá er það samskon nema bara það eru bara 2 lykkjur og við summerum upp parið og berum saman við 0. Og þá þurfum við að geta metið hversu oft förum við gegn, komumst við inn í innri lykkjuna. Við getum reyndað með því að bara einfallega reyna ef við erum ekki viss á því, þá er gott að bara reyna að reykja sér eitthvað áfram, gefa sér eitthvað gildi, til dæmis n-2 og prófa skref fyrir skref, hvað er að gerast? Í upphafi er n-0 og þá kemur þá j, fær þá næst gildið 1, það er uppfyllt. Nú er n-0, þá er þá næst innri lykkjan hækkuð upp, j-2, en þá er j ekki lengur minna heldur en n, þannig að við komumst ekki inn í þá lykkju. Og þannig þá erum við búin með þessi innri lykkju, þá þurfum við að hækka ytri teljarann, hann fer upp í 1, og þá byrjum við aftur j er jafnt og e plus 1, sem er jafnt og 2, en það er líka ekki minna heldur en n, þannig að þetta dettur líka út, og nú er ekki næst við fyrir að hækka upp ytri teljarann, þá er hann ekki lengur minna heldur en n, þannig að það einu sem situr eftir að það er bara ein umferð sem er framkvæmd. Þegar n er jafnt á 0, 1 þá er bara 0 umferðir framkvæmdar. Og við getum talið upp heildarfjöldan sem er framkvæmdur, og það er að segja við fáum
þegar að er enda 0, þá eru innri liggjan framkvæmd n-1 sinnum. Þegar er enda 1, þá er að framkvæmd n-2 sinnum. Og svona alveg niður í 0. Þannig að heildarfjöldi skipta sem komist hérna inn í innri liggjuna, hún er þá þessi summa hérna. Og nú er þetta orðið hrein stærðfræði. Glíma við þessa summu. Og þið eru vonandi komið með hana alveg tattóveraða hérna einhvers staðar. Hvað er þessi summa? Hvar hafði við rekist á hana? Já, heitir það líka. Þetta verðið að hafa niðurnjörvað, hvernig maður leysir þetta. Þetta er hægt að tákna á mismunandi vegum, en niðurstaðinus útkoman er þessi hér. Þannig að, já. Þessi fyrsta liggja? Ha? Já, í liggjan. Já, ég veit sko. Já. Ég fer upp í seinasta stakki og það fyrir að fara til næst semsta stakki. Í næst innleikni pröfu það þar seinasta. Þannig að það heita einu. Já, ok. Það sem voru að meina er það að maður hefði átt að skrifa það þannig að í staðan fyrir að fara hérna upp í n, ætti maður bara að fara upp í n-1. Það er engin ástæða að fara svona hátt upp. Því að Akkurat. Það er rökrétt, já, að þegar að er orðið jafnt og n-1, að þá förum 0 sinnum gegnum innrileikjuna. Þannig að það er það er eðlilega að skrifa þetta sem n-1. Góða punktur. Smá optimering. Ok, en við erum komið hérna út frá þessu, getum við talið hver einasta aðgerð er framkvæmd oft og fáum þessar formúlur. Gallinn er að þetta er tímafrekt og leiðingjant að vera að telja þetta svona nákvæmlega, telja það fyrir hverja einasta aðgerð. Og til þess að einfalda þetta, en fá samt hagnýta niðurstöðu, þá er tvennt sem við viljum gera í þessu. Og þetta kemur nú, og sú hugmynd kemur nú líka frá því fyrir löngu síðan. Hérna er guðfaðir okkar Turing, Alan Turing, sem skrifaði grein þar sem hann er að glíma við svona tölvureikninga. Og hann segir hérna, það væri þægilegt að hafa einhvers konar mælingu á hversu mikið vinna fer fram í einhvers konar reikniferli. Jafnvel þó að þessi getur frekar gróf mæleining. Svo verður hann að tala um þetta frekar. Og svo segir hann, já, kemst það niðurstöðu, við skulum þess vegna bara reyna að telja fjölda margfaldana. Og recordings, hvað meinar recordings? Upptökur? Nei. Það meinar þegar hún skrifar, já. Þegar hún vistar eitthvað gildisveiting. Ok, þannig að bara þær tegundir af aðgerðum verða þá framkvæmdar. Þannig að hann telur bara þessa ákveðnu tegundir aðgerðum. Og það er þess sem við kallum hérna í þessu námskeiði kostnaðarlíkan. Við ákveðum að það er einhver ákveðin aðgerð eða safnað aðgerðum sem við segjum að sé svona lykilaðgerð. Og við ætlum að bara telja hversu oft þessi lykilaðgerð er framkvæmd. Og þá er þetta yfirleitt sú aðgerð sem er annað tímafrekust eða er sú sem er framkvæmd oftast eða er einhverju ástæðum mikilvægust. Til að mynda næst erum við fyrir reiknit fyrir röðun,
þá komum við með nær eingöngu til að mæla fjölda samanburða á stökum. Ekki þannig. Og hér til dæmis getum við ákvarðað, við ætlum að skoða bara hversu oft vísum við í fylki. Vegna þess að hversu oft erum við að lesa eitthvað gagnastak. Notum það sem mæleiningu. Og þá erum við búin að einfalda þetta með því að bara einbeita okkur að einni aðgerð sem við erum þá að skoða. Ok. Hitt sem við notum til að einfalda er það að við fókusurum á rauninni bara þá þætti sem eru ráðandi. Það þýðir að eftir því sem enn verður stórt, þá eru sumir þættir sem verða bara minniháttar, skipta alltaf minna máli. Það eru þættir eða liðir sem vaxa hægar. Og til að mynda, ef við erum með þessa formúlu hér, sem er 3 liði, að þá er einn liðurinn sem vex langhraðast. Það er liðurinn með n í 3. Hinir allir vaxa miklu hægar. Og eftir því sem n verður stærra, þá er munurinn þarna milli skiptir meira og meira máli. Ef n er 1, ok, þá náttúrulega er 16 það sem og 20 þessum skiptir mestu máli, en þegar n er orðin 1000, þá skiptir 16 engu máli og heldur ekki þetta 20.000 á móti þessu milljarðir sem er hér. Þannig að hugmyndin svo klippum út á liði sem vaxa hægar. Og eftir situr þessi ráðandi liður og það er það sem við kallum tildaríthátt, að geyma bara þann lið sem vex hraðast. En við geymum áfram líka fastan þar fyrir framan. Við hendum honum ekki út. Náðu þessu. Nú, tæknilega séð, starffræðilega, er þetta góðan grunn þar að segja að við getum skilgreinað þannig, við erum að taka eitt fall hérna, þetta er fallið GFN og einfaldað með fallið FFN. Og við segjum að þessi 2 föll séu vensluð með tildavenslum ef markgildið af FFN deilt með GFN sé jafnt á 1. Markgildið af hlutfallinu á milli þeirra stefnir á 1 eftir því sem n stefnir á óendilegt. Ok, þannig að út frá þessu getum við tekið þessar aðgerðir sem við erum með og í staðinn fyrir að vera með þessar flokknu, tiltölulega ljótu formúlur, þá eru komið töluvert einfaldari útgáfur. Hálfur n í öðru í staðinn fyrir hálfur sem n plus 1 sem n plus 2. Þar fram eftir göttunum. Þannig að þegar við hérna komum með, við erum búin að í þessum mata okkur að tvössum, þá erum við ákveðum að reyna að finna nokkurn veginn hversu oft vísum við í fylki. Sem fall af inntaksstærðin n. Svarið er, við förum, það eru tilda af n í öðru tilvísanir. Við förum n í öðru deilt með 2 sinnum inn í þessa innri lykkju og þar framkomum 2 tilvísanir fylki. Saman tilda af n í öðru. Þannig að með nota kostnaðarlíkan með því að fókusera á eina ákvæðana aðgerð og nota síðan þennan tildarittátt, þá erum við búin að einfalda þessa talningavinnu okkar mikið. Og þá getum við snúið okkur að þessu uppafladæmi sem var 3 sam og reynda að meta, nokkurn veginn hversu margar aðgerðir framkvæmum þar og þá fáum við annars konar summu og við getum séð að við erum að telja fjölda þrenda sem eru í inntakinu. Þetta hefur við líka séð í strátli starffræði. Okkur gefið ákveðið mengi, hvað eru margar mismunandi leiðir til að velja 3 stök úr þeim mengi. Nákvæmlega sami hluti. Það er það sem við segjum n þar að vali 3. En það er alveg 3, við höfum formúlu fyrir því, það er n sinum n minus 1 sinum n minus 2 deilt með 3 hrópmert.
Nú, þá sjáum við að þessi liðir hérna skipta ekki máli, þeir hafa minni vaxtarhraða, en eftir situr tilda af n í þriðju deilt með 6. Og það gefur okkur þá mjög einfalda, snyrtilega lýsingu á kostnaðinum við þetta reiknirit. Nú, síðan getur maður þurft að taka þetta áfram og spáði í hvað þarf maður þá geta gert almennt tala til þess að gera svona vinnu. Og það helst að maður þarf að kunna telja. Það að kunna telja því stundum að leggja saman hluti. Þannig að telja bæði hér og hér og hér og hér og það eins og maður sé að leggja saman þessi mismunandi gildi. Og þá þarf maður að geta leyst raunir svona summur eða fengið allavega góða nálgun á summunum. Og þessi summa sem vorum hérna undan frá 1 upp í n, það jú summa þessu formi hérna. Og það hægt að leysa hann á ýmsa vegu. Og ein leið sem mjög praktísk að nota, við getum lært náttúrulega formúlu fyrir þessu og þessa formúlu ættum við að rauna að þekkja. Að þetta sem sagt hálfur n sinnum n plus 1. En almennt talað getum við viljað nota stærðfræðigreiningu smávegis. Það að segja, það að summa hægt að einfalda með heildun. Til að mynda þessi summa hérna sem kallast harmonísku röð, 1 plus hálfu plus 1 þriðju plus 1 fjórðu plus 1 fimmti og svo framvegis. Þetta dálítið erfitt að glíma við að fá nákvæma útgáfa af þessu og rauninni það engin endanleg formúla. Það til formúla sem hefur óendanlega margar liði í rauninni. En það mjög auðvelt að leysa þetta þegar maður ætlar bara að fá nálgun á þessu. Við einfallega bara nálgum með þessu heildi á fallinu sem fallið hérna 1 deilt með x og þá fáum við að það undan byrja logan. Hérna með logan með einhverjum tölu e. Og þetta geta verið flóknari summur, geta verið tvöföld, jafnvel þreföld summa. Það líka hægt að leysa þetta með heildum eða það hægt að finna aðrar aðferðir til þess að leysa slíka summur. Og við förum ekki neitt djúpt í það, en það ákveðnar tegundir af summum sem við þurfum að geta glímt við. Þannig að þetta rauninni niðurstaðan að við getum gert mikið af þessari greiningu á pappír með því að framkoma svona talningu. Þetta getur verið flókið og stundum þarf maður mjög öfluga stærðfræði en maður þarf ekki að gera það nákvæmlega að með þessum einföldunum að þá getum við fengið mjög góða lýsingu á hvernig tímaflækjan Þannig að samantekt við gerum annars vegar svona greiningu með því að skoða tímaflækjuna, með því að keyra forritið, gera tilraunir, koma upp með tilgátur og sjá hvernig við getum gert spár út frá því. Það hins vegar með því að telja fjölda aðgerða, nota tildarittátt og út frá því getum við útskýrt þessa hegðun sem við sjáum í raunveruleikanum. Ok, komum tíma á pásu. Tökum bara 7 mínútur. Já, til að. Sko, ég var að gera dæmi. Já. Forritið mitt keyrir þetta aldrei. Forritið mitt keyrir þetta ekki. Nema bara þegar ég líka seifa, og það var eitthvað farlegt. Ég prófaði bara að skera svo músík. Það múst að með eitthvað samsveit, eitthvað setið. Veistu hvað getur verið? Ok, hvað þýðir það keyrir ekki? Það keyrir, en það bara gerist einhvern bara ekki neitt. Þegar maður líka seifa. Ok. Það vantarlega vegna þess að þú þarft að
ef þú spáir þess að vinslu hérna, að það kemur ekkert út fyrir en að þú ert búinn hér. Þannig að þú þarf að lesa þetta í sendi. Og á skipanarlínu það þýðir að þú þarf að gefa sendin hana, sem segir endir á endekinu. Það Ctrl-Tab, Ctrl-D eða Ctrl-Z. En það eitthvað með þetta, þetta kom aðeins fram á Piazza, það eitthvað með þetta kerfi, það sé þetta Eclipse, að það ekkert endilega að taka vel á móti því. Stundum þarf eitthvað að þvælast með eins og færa þig fyrst hingað, svo aftur tilbaka og þá getur við tekið á móti því. Já, en þú veist, þegar ég íta Ctrl-D, þá kemur þetta. Þú ert alveg búin að klára það, sko. Já. Þá bara einhver villa í forminu. En ég skilaði músík og fengur setið. En ertu búin að pröfa að gera endur sem Ctrl-D? Það virkar held ég alltaf mjög þegar ég gerði hann. Já, eða Ctrl-Z eða sem svona. Já. Eða þess það gerst eitt til að gera endur. Það er endur sem. Þannig að ég þarf alltaf að gera endur þegar maður strikka svo til Ég er með eina pælingu, af hverju kemur þetta? Can't read size, no set svarið þegar skilur. Ekki lokað út, það ekki máli. Nei, ég pröfum ekki. Nei, lokað hérna. Já, það kemur þetta aftur hérna. Gerst ekki neitt, það kemur hérna can't read size variable. Varstu múin að loka út? Nei, ég loka mig út aftur hérna. Prófaðu það, já. Nú er það ekki gilt hana. Ég var bara að bæra. Þú veist, ég skilaði þarna fyrsta verkefni. Það fæ ég alltaf hérna. Skilaði í það vitlaust að maður skilaði það saman. Ég hvernig er það að prófa mörgum eða þú veist. Það verið að, þú meina að þetta lítur eins út eða hvað? Já, þetta sem ég fæ það sem á að koma út. Það sem ég bara pæla hvort það sé Þetta lítur eins út, já. Kannski aðtók hvort það sé einhver raunverulega mun á milli. eins og hvað því sem er ákomast að enda sænt á svoleiðis að ég fæ. Það er hugsanlega, sko. Þannig að það er bara eitt, það er bara sýnt eitt sýnt. Já. En ég myndi það er bara að vera að prófa það er ekki sett mörg undir í einu eða í einu landastri. Nei, já, ég held að þetta sé bara eitt. Það er alltaf að prófa sko í það að við styrka. En svo veist, en ég var að pæla bara að sé það sem ég er svona ekki að sjá eða stöður. Já, ég skil. Ég átta mikið á því hvað það ætti að vera sem er miklu styrna. Stundum hvort það sé ný línu sem alltaf hafa eftir. Já, það getur verið sko. Ég var ekki að prófa það. En annars þá voru ég bara að spyrja það að tékka á þessu.
Þetta er kannski lítið á það eftir tíma. Já, þú er að tala ekki með það. Það komum við bara til með það. Þú getur að prófa það. Þetta er bara aftur hann. Sem er aftur, já. Ég veit ekki, ég pröfa ekki. Ég er stranglega hvað þetta er. Hvað kemur maður með niðurstöðu? Ekki neitt. Hún bara er nær ekki með skrána einn. En ég er samt búin að skila þessu sömu skrána áður. Ég var bara að lóka fótboltinu og opna á eitthvað svona. Já. Já. Það eru stefnir í það. Ég neyðist til að kenna á báðum tímum, já. Það er ekki það sem ég hafði hugsað mér og ekki það sem ég var nú vonast til, en ég veit, það virðist ekki vera góð lausn á þessu, svo að segja. En það er bara 1 tími á hinni. Það er bara 1 tíma miðutum, já. En það verður vel dálítið þannig að þegar að ef að þeir sem komist ekki í annan tíman hætta að mæta, þá kannski ákvaði ég að breyta til. Þannig að ef þið viljið halda í tíman, þá endilega mæti þið. Heyrði, ég er hérna með fánaslæðir viðbót. Þetta er svona dálítið heimagerðarslæður, sumt af þessu smá endurtekning, þetta er svona viðbótarefni, endurtekur kannski dálítið að því sem að við komum til með að sjá, en þarf er undirbúningur. Hérna er ég með samskonar forrit. Það er að segja að þetta er tvöföld lykkja og ég vildi reikna hversu oft fer ég framkvæmd til þess if-skipinu hérna. Nú, þá er það spurningum að telja þessi fjölda umferða og það er á sama hátt, þá fáum við þessa summi hér og við þurfum að geta leitt út hverju þessi summi er. Og það er kannski gott að spá í svona mismunandi leiði til þess að sjá þetta fyrir sér. Því menn hafa þetta kannski allt fast í kollinum. Þannig að við þurfum að geta sérstaklega muna þessa röð og líka aðra hérna röð sem kallast geometrísk röð. þar sem að það margfaldast með einhverju fasta hver liður. Nú, ein leið til að líta á þetta er svo að, við erum rauninni bara að telja einingar og hver eining er svona eins konar kassi. Spurningum að telja þessa kassa. Og ef við röðum upp að réttan hátt, þá kannski auðveldast líka þessi talning. Og hérna erum við með til dæmis frá 1 upp til 16, þá erum við með 16 dálka og fyrsti dálkurinn er með bara 1 tening en síðasta dálkurinn er með 16 teninga. Og hvernig förum við að því að slumpa á stærðina á þessum fjöldun á þessum teningum? Já, á hverju? Akkurat. Við getum séð að þetta er rauninni þríhyrningur, þannig að við getum bara tekið þennan þríhyrning, sleppt þessum bútum sem er þarna aukalega og fáum út, þetta er helmingur af þessum kassa sem er 16x16. Þannig að það er þá 16x16 delt með 2, 128. Og þá
missum við út þarna helmingun á einhverjum litlu kössum þarna á hornalínunni, en það er alveg mjög góð nálgun. Svo eru fleiri leiðir og við getum notað aðferð Gauss sem litla þegar hann var 4 ára. Hann var svona dálítið bráðgert barn og hann var vist mikið eitthvað að spyrja einhverja spurninga, þannig að kennarinn lét hann bara, leiðu bara saman hérna tölurnar 1 og upp í 100. Vonast til að henni yrði nú svona dálítið upptekið það sem ætti að vera dags og það liði ekki nema stuttur tíma að sagði, 550? Og hvernig komst hann að því? Jú, hann gerði þetta trikk hérna. Hann tók sko stærstu töluna og minnstu töluna og lagði það saman og svo sá hann sko, ef hann tók næststærstu og næstminnstu, að þær myndi líka vera sama gildið. Og svo hann paraði þessa tölu saman og þá fengi hann auðvitað leiti bara margfalda. Og við getum gert þetta með því að ég skildi hérna að litlu tölun og stóru tölunar. Takk eftir sko, þetta er rosalega flott hérna. Þið verður fylgjast með, segja vá og svona inn á milli. Sérstaklega hérna, sko, snúi við. Og svo kemur aðaltrykkið. Sjá þetta aftur. Nú erum við komin með einfalda kassa. Og það er auðvelt að reikna flatamál á þessu kassa. Jú, við erum með n-deltum 2 í þennan ásinn og hérna erum við með stærsta talan pluss minnsta talan, sem er n og pluss 1. Þannig að það er n pluss 1 hérna. Þannig að við erum komið nákvæmum að formúlu. N pluss 1 sinnum n delt með 2. Þannig að vinnur vor, hann bara stakkat inn, ok, þetta er bara 101 sinnum 100 delt með 2. Það er að segja 50 sinnum 101, 550. Sko. Svo er hægt að gera líka ýmsar nálganir og við þurfum kannski ekki hér, en hérna getum við nálgað þetta upp á við eða niðra við. Það er slumpað á það, sem kallar stundum back of the envelope. Við getum bara fyllt upp í kassan og sagt, það mun ekki það miklu, þetta er allavega mesta lagi það sem kemst í þessum kassa. Kassi sem er n sinnum n. Þannig að flatamálið hérna er mesta lagi n í öðru. Þetta er ennþá grófari nálgun. Og við getum meira sem gert þetta í hináttan líka vegna þess að hérna inni, sjáum við er kassi og kassi af stærðinni n delt með 2 sinnum n delt með 2. Efri helmingurinn. Sleppt bara öllum litlu stökunum og rúna niður líka stærri stökin niður í n delt með 2. Og þá erum við komið með kassa sem er flatamálið n niður delt með 4. Þannig að þá erum við komið með einhver efri mörk og neðri mörk. Og kannski er það bara alveg nóg að slumpa svona á þetta. Eða kannski þarf maður að leggja aðeins meira á sig. Ef maður hlýnum að vera nákvæmari þá getur maður notað heildun. Þetta er spurning flatamál, leggja saman þessa kassa og við getum gert það bæði upp á við og niður við. Það er að segja við getum tekið efri merkin, það er þá línan hérna fyrir ofan. Það er þá flatamálið á þessu fyrirbæri. Hérna er þetta flatamál auðvelt að reikna bara með flatamál fyrir þríhyrning. En þetta er svona almenna reglan á þessu. Við getum líka tekið það sem er hérna fyrir neðan og það er þá neðri mörk á heildarkostnaðinn. Það er þá aðeins minna. En nú erum við komið með mjög nákvæm mörk. Sko. Þetta er að milli n plus 1 í öðru delt með 2 og n í öðru delt með 2. Og almennt talað er svona heildun öflugasta aðferðin við þetta, þó að það sé oft til líka ennþá auðveldar aðferðir. Tökum nú 2 mínútur hérna í að gera smá æfingar. Spáðu í hver er tildatímaflækjan af þessum 3 litlu kóðabrótum. Og þeir með tala saman ykkur á milli eins og þið viljið.
Wow, hvað er að gerast? Já. Var ég með pointerinn einhvers staðar og hann fór á ferðalagi. Hérna. Ok, hvað segir með lið A? Hvað er þetta? Get ekki leyst? Ég er að stíða ykkur. Lausnin við A er 42. Ok, lið B. Hvað segir þið? N í þriðja deilt með 6. Hver sagði? Ok, á hverju N í þriðja deilt með 6? Ok. Ég heyrði einhvers staðar N í þriðja. Hver var það með það? Á hverju er þetta N í þriðja? Ég heyrði einhver hérna. Akkurat. Þetta er mjög beint að vegum. Við förum enn í gegnum þessa illykju og fyrir hverja umferð af illykjunni þá förum við enn í gegnum jóðlykjuna. Fyrir hverja þegi þá förum við enn í gegnum kálykjuna. Þannig að það eru enn umferðir. Það er ótrúlega margir sem átta sig ekki á því að einfalda bara þetta maður bara margfaldar þegar maður er með ótengdar lykkjur. Það er að segja hér ólegt því sem var áðan, þá kemur ekkert við sögu í þessum talningum fyrir jóð. Þess vegna þurfum við ekki að fara í gegnum helmingin af gildunum, ef svo má segja. Við erum í gegnum öll gildunum við jóð. Þannig svarið er enn í þriðja. Hér, hvað segir þið hér? Línlegt. Þetta er tilda af hvað? Tilda 10, já. Og það er vegna þess að akkurat við margföldum saman. Margföldum saman N hérna og við hérna förum við gegnum þetta 10 sinnum. Þannig að þó sem í 2 lykkjur þá er ekki alltaf N í öðru. En þetta er einföld margföldun. Þetta er líka ótengt hér, en hvað er svarið hér? N log N, N í þeirra testum 2.
Þú sagðir n-log n á hverju? Þegar Jóhann hækkar alltaf tvöfalt, þannig að ég þurfi að ná ámarkinu. Þannig að því að Það er lykilatriði hérna, já. Þetta tvöfaldast í hvert skipti. Í staðan fyrir að fara í gegnum hvert einasta skref, þá fyrir við í gegnum jóðinandó 1, síðan 2, síðan 4, síðan 8, síðan 16 og hversu oft getur maður tvöfaldatölu þar maður komin upp í n? Það er akkurat það sem við köllum logra. Svarið er n log n. Hérna koma svörum við þessu endurtekin. Og það er að sama spurningin. Ef maður byrjar í n-i og hversu oft getur maður helminga til að komast niður í 1? Það er akkurat logrinn af 2. Málið er að ef n er semst eitthvað veldi af k, hver einasta helmingun, hún raunir lækkar veldisvísin 1, fer frá k niður í k minus 1. K minus 1 niður í k minus 2. Þannig við förum þá frá k niður í 0 í k skrefum. Og 1 er jú sama 2 í veldu 0. Sama með það að hækka sig upp. Og logrinn á að vera eitt af ykkar ástkæru viðfangsefnum. Endilega vennist því. Logrinn er svona andhvertfall við að hefja upp í veldi. Við hérna vinnum alltaf með logra með grunntölu 2 að því að við vinnum með tvíundatölur. Öfugt við raunvísindum sem gjarnan vinna með logra grunntölu 10. Og önnur leið til að hugsa logri er það að þetta er fjölda bita sem þarf til að tákna töluna. Þannig að ef þú ert með 32 bita tölu, þá getur þú geymt í þeirri tölu 2 í veldi við 32. Og ef fjöldi bita sem þú þarft er k til þess að tákna töluna, þá logrinn af þeirri tölu er þá k. Þú getur umbreytt á milli mismunandi logra með einföldari lograreglu sem er gott að rifja upp. Þannig að upp á vaxtarhraða þá er allir lograr eins. En út frá þessu þá sjáum við að svari hér er n log n. Það er ein röð til viðbótar sem er mikilvægt að muna, sem er þessi svokölluð kvótaröð. Hún er til dæmis þessi summa hér. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus upp í n. Og þá er ég að gera ráð fyrir að n sé velda 2 að þetta er alltaf tvöföldun. Engin. Þetta ætti að vera lykilatriði við að hugsa. Ok, ein leið til að hugsa þetta er svo. Hugsaðu ykkur að n sé fjarlægðin hérna, héðan út á glugga. Þannig að fyrsti liðurinn, eða allir stærstu liðurinn er n. Þannig að ég þarf þá að labba alla leiðina hérna út á glugga. Ok, gerum það. Næsti liður frá hægri er þá n deilt með 2. Ekki satt? Þannig að ég þá að fara helminginn. Þannig að ég fer inn í miðju stofu. Ok, næsti liður er n deilt með 4. Gott. Næsti liður er n deilt með 4. Þannig að það er fjórðungur á öllum salnum. Ég kom inn helminginn, það er helmingur af því sem eftir er. Þannig að ég fer helminginn. Næsti liður er n deilt með 8. Ég á bara fjórðung hérna eftir, þannig að helmingur af því sem eftir er. Þannig ég helminga og síðan helminga ég helminga og helminga og lokum er bara 1 skref eftir. Þetta minnir á hérna mótsögn Zenós. Zenó var einn af þessum grísku heimspekingum á sínum tíma. Hafið þið heyrt þetta? Munið hvernig það hljómar?
Ég man það ekki. Sókrates. Já. Akkurat, mjög gott. Já, reyndar rökstuð með þetta að þú kemst aldrei frá A til B, að þú fer fyrst helminga velnöndinni, síðan helminga restinni og helminga þeirri rest og þetta er óendanlegt ferli sem þú klárar aldrei. Og nú í dag þá sjáum við, ok, það er að þið get ekki ráð við óendanlega summur. Þetta er svona örsmæðareikningur sem það þarf að geta summarið upp og fyndið eina heild. En allavega, við getum séð núna út frá þessu að svarið er einmitt 2 n minus 1. Önnur leið til að sjá þetta líka er svo að 1 er jú í tvíundakerfi, já ég verið að skrifa þetta hér, svo að fólki heima fá að sjá þetta líka, að 1 í tvíundakerfi er semst 1, 2 í tvíundakerfi er 10, 4 er 1, 0, 0, 8 er 1, 0, 0, 0 og svo framvegis þar til að koma upp í n. N er hér. Ok, nú ætlum við að leggja saman allar þessar tölur og þá fáum við 1, 1, 1, 1, 1 allstaðar. Sem bætum við einu við og þá fáum við 1, 0, 0, 0. Og þá sjáum við, voilà, þetta er akkurat einum fyrir ofan þetta hér, þannig að þetta er nákvæmlega 2n. Alright? Og þetta er svona þægilegasta kvótasumman að kunna. En hún hefur akkurat þessi eiginleika að þegar maður summar upp öll stökin í kvótaröðinni, sama hvaða kvótað er, þegar ég tala kvóta þá er 2 hérna kvótin. Man getur líka verið með 3 pluss 3 í öðru, pluss 3 í þriðju og svo framvegis. Það er önnur tegundu kvótaröð. Ef ég enda hérna n-i, þá er þessi heildarsumma hérna, hún er ekki fjöldi liðana sinnum n, heldur er hún einhver fasti sinnum n. Og fastin hérna er það bil. Það hefur áhrif hvað þetta gildi hér er. Þannig að, já, hérna er þetta snirtilega leið til þess að, nú þeir eru að stróka það út. Það er aldrei skemmtilega leið til að sjá þessa summu hér. Hvað ef maður er með 1/4 pluss 1/16 pluss 1/64 og svo framvegis. Þá getur maður að setja þetta svona grafískt. Það er að segja, við tökum við 1 sem 1 kassa, skiptum við 4 hluta. Ok, 1/4 er þá einn af þessum kössum. Þessi fjólublá hér. Ok, síðan setjum við restin af dótinu á sama hátt inn í 4. kassan. Þannig 1/4, skiptum núna 4. kassanum upp í 4 mismunandi hluta og þá er hérna 1/16 er þá kassastarðinu 1/4 sem 1/4. Það er þessi hér. Og svona höldum við áfram endurkvæmt og við sjáum að fyrir hvern fjólubláa kassa þá er nákvæmlega 2 gulu kassar. Þannig að heildarflatamálið á öllum þessum fjólubláa kassum er þá 1/3 af heildinni. Ok. Allavega, það er almenn summa og þetta er eitthvað sem þið ættu endilega að leggja á minnið, kunna leið til þess að skilja þetta hvaða þýðingu það hefur. 1 í viðbót og það er varðandi það að vinna með tvíundatölur. Við þurfum mjög gjarnan að reyna að átta okkur á einhverju stærðum sem eru byggðar á 2 í einhverju veldi. Meðan að við erum vön að hugsa í stærðum sem eru veld af 10. Við tölum með milli, mikró og nano og giga og svo framvegis. Þetta er allt ákveðin veldi af 10. Við þurfum þægilega leið þannig til að skipta milli. Og ekki bara að
vitað að það einhvers konar reiknivél sem við getum alltaf vísað í, heldur þurfum við að vera snögg að gera hugunum með þörf krefur. Að fá tilfinningu fyrir því. Og það er mjög þægilegt ofta að nota þessa nálgun hérna með því þessar einföldu veldareglur. Það er að segja 1000 bil 1024. Það er að segja 10/3 er það bil sama og 2/10. Og hvernig hjálpar þetta okkur? Jú, ef við ætlum að segja, ok, hvað er 2/30 stórtala? Það getur verið erfitt að átta sig á því beinlínis. Ok, það er eins og 30 bitatala. En með þessu trikki hérna, nota veldaregluna, 2/30 er sama og 2/10 sinnum 3, sem er sama 2/10 í þriðveldi, og 2/10 er jú það bil 1000, sem er 10/3, og sama gerir þetta þá 10/9. Ok, hvað er þá, segja mér, hvað er logurinn af 10/21? Klukkan gengur, þegar 7 sekundur. 7 langar sekundur. Já. Hvernig fáum við 70? Flott. Ops. 10/22 er sama á 10/3 í 7. Og þá stingum við inn 10/3 er sama á, það bilaða sama og 2/10 í 7. sem er þá 2/70. Og logurinn af 2/70 er þá jafnt á 70. Það bil jafnt á 70. Það er mjög nálægt. 70,1 kannski eða eitthvað. Það er sennilega aðeins minna, þannig að það er sennilega 69,1 eða eitthvað. En nýtist okkur. Herðu, þetta er allt sem ég ætla að segja í dag. Sjáum strax á miðvikudaginn. Eru einhver spurningar? Ef ekki, njótið helgarinnar.